Góðan daginn, bæjarfulltrúar, sviðsstjórar og þetta er bæjarstjórinn ekki hérna með okkur núna en ég býð ykkur velkomin inn á bæjarstjórnfund 419 sem er haldin hérna á bæjarskrifstofunni á Reyðarfirði. Ég segi hér fund 419 settan. Til umfjöllunar á fundinum eru fundagerðir bæjarráðsfrá því í sumar og ásamt síðasta bæjarráðsfundi til fundi 949 til og með 955. Svo erum við með fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar og fjölskyldunefndar og svo erum við með önnur mál fundaráætlun bæjarstjórnar núna í haust og fundagerðirnar 949 til 954 hjá bæjarráði. Ég vil byrja bara að leggja fram hérna fundagerð bæjarráðs númer 955. Einhver sem vil tala hana, Ragnar, velkomin upp. Já, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég vil bara biðja að óska ykkur velkomin til bæjarstjórnarfundar að loknu sumarfríi. Eins og sést nú á þessari dagskrá að þá er nefndarkerfið svona að fara á stað hjá okkur og við erum að fara á fullt í fjárhagsáætlunargerð og svona hefðbundið stjórnmálastarf núna á komandi vikum. En það sést líka á dagskráni að bæjarráð hefur fundað reglulega yfir sumartíman og við getum þá farið hér síðar á fundinum yfir þá dagskrá sem er lögð fram hér til kynningar. En varðandi bæjarráð fundagerð númer 955 þá ætla ég aðeins að koma inn á nokkra liði þar. Það er þá fyrsti liður fjölmiðla umfjöllun og upplýsingamiðlun Fjarðabyggðar sumarið 2026 og þetta er í fyrsta skipti sem að við erum að fá upplýsingafulltrúa inn á fundi bæjarráðs gagngert til þess að fara yfir svona þá miðlun yfir eitthvað ákveðið tímabil og við ætlum að halda þessu áfram að fá hann reglulega til þess að koma með yfirlit yfir svona helstu miðla sveitarfélagsins og þá umfjöllun í fjölmiðlum, þá svona einhvers konar yfirferð yfir það helsta og í fundargögnunum þá sjáum þið yfirlitið yfir þetta, svona þessa sumarumfjöllun, en jafnframt er mjög gagnlegt að skoða þá útbreiðslu sem við erum með á samfélagsmiðlum og mjög ánægt að sjá að við erum með mjög góða útbreiðslu á til að mynda Facebook sem er mjög mikið notaðir á Austurlandi og talsvert meira notað heldur en annars staðar, þannig að það hversu hátt hlutfall íbúa er þar inni gefur okkur þá vísbendingar til það að við eigum nokkuð gott aðgengi að því að miðla upplýsingum með þeim miðli og vitum að við erum þá að ná til mjög stórs hóps með þeim hætti. Þannig að það var mjög gott að fara yfir þetta og sjá svona þessar lykiltölur og við munum svo þróa þessar heimsóknir upplýsingafulltrúa inn í bæjarráðið áfram og við getum þá kallað eftir frekari gögnum einhver ákveðin mál varðar miðlun upplýsinga. Nú í lið 2 þar var verið að fara yfir veikindalaun sveitarfélagsins og þar erum við annars vegar að horfa á skammtímaveikindi og langtímaveikindi sveitarfélagsins og við reynum alltaf að rýna svolítið vel í skammtímaveikindin vegna þess að langtímaveikindin er auðvitað bara eitthvað sem að lítið hægt að hafa áhrif á og auðvitað er takmarkað hægt að hafa áhrif á skammtímaveikindi en það er hægt að lesa ákveðnar vísbendingar út frá því ef að skammtímaveikindi aukast mjög mikið á sveitarfélaginu. Auðvitað eru oftast til bara mjög eðlilegar skýringar á því, skólastarf er að byrja, þá er eðlilegt að skammtímaveikindi starfsfólks fræðslusviðs fari upp á við, en annað þarf auðvitað alltaf að fylgjast mjög grannt með og til þess notum við svokallaðan Bradford kvarða sem að þar sem við erum með svona eftirfylgni út frá til dæmis starfsfólki sem er ört í skammtímaveikindum, hvort það sé eitthvað í vinnuaðstæðunum sem skapar það og svo framvegis. Og
Forstöðumaður mannus og umbótasviðs kemur aftur inn í bæjarráð næstkomandi mánudag til þess að fara aðeins dýpra yfir þetta, en eins og sést þarna á gögnunum þá er fjölgun í skammtíma veikindum hjá okkur, og það er að segja upphæðinni sem að býr þar að baki. Það er hins vegar ekki svo að við séum alltaf að kalla inn afleysingar, en í sumum tilfellum er það nauðsynlegt. En þó svo upphæðin sé að aukast, þá er þetta ekki endilega fleiri stundir, vegna þess að þarna inni verðum við að taka tillit til launahækkana, þannig að það þarf að kortleggja þetta aðeins betur. Þannig að ég er ekki viss um að það séu aukning í fjölda klukkustunda í skammtíma veikindum, þó svo að upphæðin þar að bakvið sé hærri, en þarna sé í raunin ekki raunhækkun á vinnustundum að ræða. En við munum fara yfir þetta á mánudaginn og fá þá inn aftur hér til umræðu aukin gögn þetta, auk þess sem að við vísum veikindalaunum inn í viðauka gerð, og þar erum við að horfa á það sem við erum að þurfum að gera ráð fyrir í varðandi afleysingar. Nú í lið 1-3 þá var verið að fara yfir bréf sem kom frá félagi eldri borgara á Stöðvarfirði varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir á Balaborg sem að þau hafa beðið eftir, og staðan þar er að það eru auðvitað búið að fá verktaka í verkið, og vorum við að vonast til þess að það væri búið að fara í þau verkefni sem þau tíunda í bréfinu, þó svo að sé búið að fara í einhverja framkvæmdir í Balaborg, en við fáum sviðsstjóra framkvæmdasviðs til þess að koma fyrir bæjarráð í næstu viku, og þar mun hann vera með greinargerð á stöðu þeirra framkvæmda sem eru í gangi, er að fara í gang, og einnig þeirra verkefna sem hafa hefur verið lokið á árinu, og þannig að það verður hægt að fara gaumgæfilega yfir þetta á mánudaginn. Svo liður 1-4 sem var breytingu á félagsformi sköpunarmiðstöðvarinnar. Það er svona bagaleg staða þar við breytinguna á félagaformi sköpunarmiðstöðvarinnar. Þá getum við ekki skráð félagið í almannaheilaskrá, sem er alls ekki gott, og einnig þarf að greiða af þessu stimpilgjöld og annað, og svo virðist vera sem að skatturinn horfi á að þarna sé gríðarlega mikil atvinnustarfsemi í gangi, og ég menn þarna er í rauninni verið að biðla til okkar að koma með sköpunarmiðstöðinni þá og eiga samtal við yfirvöld það að skilgreina starfsemi hússins sem menningarstarfsemi sem að fyrir okkur öllum það er, og viðurkennt af hálfu ríkisins með sínum menningarframlögum. Þannig að þarna erum við að fara að rita yfirvöldum bréf og fara fram á breytingu á þessu, þannig að við náum að skrá sköpunarmiðstöðina í almannaheilaskrá og hjálpa stjórninni til við það. Svo er liður 1-6 sem ég ætla að fara aðeins yfir. Þar áttum við fund með vegagerðinni síðastliðinn mánudag, og þar var svona verið að fara yfir stöðu framkvæmda og einna helst þá svona stærsta það sem var til umræðu þar var auðvitað undirbúningur Suðurfjarðarvegar og stöðuna á því, og auk fjölmarks annars sem hafa farið yfir, og þar kom nú bara fram að það verður farið í að leggja farg á nýja veginn frá Reyðarfirði til Fáskrúðsfjarðar í haust, til þess að undirbúningur fyrir lagningu Suðurfjarðarvegar sé klár þegar að útboðið fer í gang strax á næsta ári. Jafnframt vorum við að ræða viðhaldsfé í skriðurnar og eins veginn hér út af Vattarnesi og bara almennt viðhaldsmál, og ég verð að segja að fundurinn var mjög góður, hann var gagnlegur, en ég verð að segja að ég er ekki alveg nóg ánægður með þau svör sem við fengum á fundinum. Bæði var ansi margt háð mjög mikilli óvissu,
og svo eru auðvitað þau tíðindi að í ljósi þess að Vegagerðin hefur tekið tilboði í veglagningu Breiðamerkursand að hér sé allt viðhaldsfé uppurið og að það verði ekki farið í meira bundið slitlag í og við þéttbýli á Austurlandi vegna þess að Breiðamerkursandur tilheyrir Austursvæði Vegagerðar og þetta er auðvitað fullkomlega óásættanlegt og við höfum verið hér með ráðherra og þingmenn allt þetta ár sem hafa verið að opna á það að mögulega verði hægt að nota eitthvað að viðhaldsfénu í uppbyggingu á Suðurfjarðavegi til þess að flýta þeirri framkvæmd. Örfáum mánuðum síðar fáum við tilkynningu að verður ekki þó hægt að gera það sem var búið að setja á áætlun. Og ég hef þegar sendt inn fyrirspurn til Vegagerðarinnar til þess að afla frekari upplýsinga þessa stöðu. Því eitt er alveg víst, þetta munum við alls ekki sætta okkur við. Þakkum Ragnari fyrir þetta. Er einhverju fleiri sem vilja koma hérna upp? Stefán, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Maður verður að byrja á að bjóða Sigurjón Andrés Jónasson. Jónasson. Velkomin þessi fyrsta bæjarstjórnarfund. Veltu velkomin. Aðeins að fá að taka hér undir fundaki bæjarins númer 955. Það er búið að gera mörgu þarna ágætu skil aðeins undir lið 1-2 sem eru veikindalaunin. Þarna fengum við fyrsta minnisblaðið af væntanlega mörgum veikindalaunin. Þetta var svona ágætis yfirferð yfir hver staðan á sér, bæði skammtíma og langtíma veikindin. Það hafa auðvitað verið mikla sveiflur, við höfum séð það síðustu ár og yfirleitt er það nú bara aðstæðurnar sem eru upp á hverjum tíma fyrir sig sem að hafa hvað mest þetta að segja. En eins og komið inn á það, þá erum við hérna Brattvold skala og hann hefur verið lengi til hérna hjá Fjarðabyggð og nauðsynlegt að notast við hann til að greina þetta nánar. Við höfum þetta settum upp þennan veikindapott á sínum tíma til að mæta veikindum sem slíkum sem eru þarna í þessu minnisblaði. Það vantar að kemur fyrir þá næst eins og komið hérna áðan. Þá sjáum við svolítið betur hvernig þessi kostnaður fellur á þessi svið og hvort það sé hægt að bæta þetta upp eða hvort við þurfum að taka úr sjónum. En það verður bara forvitnilegt að sjá hvernig þetta kemur allt saman út. Það er búið að vera miklu sveiflur. Það er kannski það sem er jákvætt í þessu eftir COVID þá hefur þetta svona farið minnkandi, bæði langtíma og skammtíma veikindin. En auðvitað háð miklum sveiflum. En nauðsynlegt að fylgjast með þessu auðvitað. Aðeins undir lið 1-3 sem eru framkvæmdina við Balaborg. Það sé engin ósammála það að það þurfa að fara í þessar framkvæmdir og svo sem við erum löngu búin að samþykkja þær. Eina sem vantar að fara í framkvæmdina sjálfar og hann bara verður farið í það sem fyrst og við köllum eftir skýringum á því af hverju væri ekki búið að fara í þessa framkvæmdir sem að allir voru búin að samþykkja fyrir löngu. Þannig að það er nauðsynlegt að fá svör við þessu sem fyrst enda bara gríðarlega gott starf sem er unnið hérna við Balaborg og þetta er mjög öflugt eldriborgarafélag og bara nauðsynlegt að það sé farið í þessar framkvæmdir. Aðeins undir lið 1-6 sem var fundur bæjar sem er Vegagerðinni. Svo sem ýmislegt komið fram einmitt hvað var talað þessa fundi. Mjög góður fundur og ýmislegt þarna sem kom á óvart, ég er sammála því. Sérstaklega þegar kemur að þessu með viðhaldsfé. Það kom bara virkilega á óvart að heyra það að við myndum í raun og veru ekki sjá neitt meira þessu viðhaldsfé sem eftir væri í pottinum. Og enn og aftur erum við að sjá hvað þessi skipting á vegakerfissvæðunum er bjöguð. Það sem að austursvæði er nú meira með allt orð Austurland og svo bara tölur hluti af Suðurlandi. Þannig það er ýmislegt þarna sem þarf að skoða og ég held að sé bara allir saman á það að þetta sé eitthvað sem að geti ekki gengið að allt þetta viðhaldsfé í raun og veru fari í þetta eina verkefni og allt hitt standi eftir og ég held að sé bara nauðsynlegt að við leggjast öll saman á árar með að fá skýr svör hvað sé hægt að gera til að breyta þessu og þetta er að fá eitthvað viðhaldsfé í þessi verkefni sem okkur var lofað hér á sínum tíma og ég held að sé nauðsynlegt að við séum samstillt í því. En meira var það ekki frá mér í byrjun. Takk.
Takk fyrir þetta, Stefán. Orðið ennþá laust bæjarráðsfund 955, einhver fleiri eru að koma hérna upp. Það kannski segja nokkur orð sjálfur, bara þakka honum Haraldi fyrir að koma með fjölmiðlumfjöllun og upplýsingamiðlunina til okkar inn á fundin. Það var mjög fróðlegt að sjá þetta, hvernig Facebook að ná til íbúa með í ríkari mæli heldur en öðrum sveitarfélögum og sama skapi að það séu mjög margir virkir notendur á Fjarðabyggðarvefnum sjálfum, þannig við erum að ná líka til íbúan í gegnum heimasíðuna fjarðabyggð.is. Fá að koma aðeins lið 1.5 líka, samstarfssamningur hugbúnaðarlaust varðandi sorphirðu og sorpstöðvarnar okkar í Fjarðabyggð. Það verður þetta mjög ánægjulegt að sjá það ef þetta verður að veruleika og ef þetta mál verður inn í klárað þá gætu við séð mannlausar sorpstöðvar sem verður þetta frábær lausn, frábær niðurstaða fyrir íbúana hér. Og svo það fundur bæjarráðs með vegagerðinni. Þar voru þetta gríðarleg vonbrigði að sjá viðhaldsfé fara í rauninni allt saman í malbikun á í rauninni hringveginum og eitthvað sem við myndum í daglegu tali segja að vera í Suðurland en flokkast undir Östursvæðið og þetta auðvitað mjög bagalegt að sjá og við þurfum auðvitað að berjast fyrir því að hlutur okkar vera leiðréttur. Við teljum að minnsta kosti að við séum að svona bera skarðan hlutur á borði. Fleiri voru þau orð ekki en orðið þá laust. Birgir vill koma hérna upp, bjóðum að velkomin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarritari eða staðgengilbæjarstjórar. Ég ætla bara aðeins að koma inn á varðandi lið 1.1 og það búið að þegar við allir aðeins komið inn á hann að þetta var mjög góð samantekt á fjölmiðla umfjöllun og sérstaklega þetta með samfélagsmiðlana og það ánægilegt að sjá þessa hvað við erum í raun að ná til margir gegnum Facebook. Það sem að ég vakti athygli sérstaklega á þessum fundi að við þurfum aðeins að huga að ef við ætlum að ná til yngri kynslóðarinnar þá erum við sennilega ekki að fara að gera það í gegnum Facebook. Þannig að ég held að sé mikilvægt fyrir okkur. Ég ekki að tala að við séum endilega að fara öll á TikTok eða hvað það en við þurfum aðeins að hugsa til þeirra að þessi kynslóð við erum að tala kannski upp í 25 ára. Þau eru annar staðar. Þannig að ef við viljum ná til þeirra þá þurfum við aðeins að fara að víkka þetta út. Þau eru síður á heimasíðunum, þeir tínast aldrei í þinn allavega þetta unga fólk sem ég í kringum dagsdaglega. Þannig að ég held að það sé gott fyrir okkur öll að hugsa þetta aðeins líka út frá því og ég hlakka til síðan í framtíðinni þegar við förum að bera saman þessar greiningar og sjá hvernig við erum að ná og vonandi ennþá meiri árangur. En annars get ég líka tekið undir í öðrum liðum að vonandi vegagerðin og annað og ég hugsa nú stundum á hvaða vegferð ríkið að það ekkert að frétta í viðhaldi sama hvort það í vegum eða fasteignum að fyrir stýri einnig í slíkri þannig að ég held að það væri gott að fá skýrari svör í öllu þessu. Þannig ég fagna því ef það hægt að fá þau. Takk. Takk fyrir þetta, Birgir. Orðið ennþá laust ef einhvern bæti einhverju við. Hjördís kemur hérna upp. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti bæjarstjórnar, staðgengill bæjarstjóra. Mér langaði bara aðeins núna þar ég að bregðast við þar sem að bæjarfulltrúi Birgir var að koma með. Því að ég veit fyrir víst að börnin á fullu að hlaða niður appinu, Fjarðabyggðarappinu. Þannig að mögulega með að koma einhverja tilkynningar þar inn, þá værum við að ná til unga fólksins. Því að þau eru að taka rútur hérna á milli og þetta er náttúrulega auðveldasta leiðin að fara í gegnum appið. Þannig að ég mæli með að við kannski skoðum einhvern veginn hvort að við getum komið einhverja fleiri tilkynningar þar inn ef við viljum ná þessum hópi. Því að það skiptir ekki máli hvort þú sért 12 ára sonur minn eða 10 ára dóttir mín, það er til með þetta app. Þannig að ég bara mæli með allir að hlaða þessu appi niður. Mér langaði bara að bæta þessu við. Því að þarna náum við til unga fólksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Hjördís. Við erum hér með fulltrú unga fólksins sem að fara sjálfsögðu fund með Haraldi og fara við þessi mál eftir fundin. Orðið ennþá laust ef einhvern bæti einhverju við. Annars legg ég þá fundagerðina til samþykkis. Þetta hönd sem að samþykja hana. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá okkur þá fundur skipulags- og framkvæmdanefndar nr. 66 og orðið laust hana.
Stefán að koma þarna fyrstur, gerðu svo vel. Forseti aðeins að fá fyrst ég satt nú hérna fund koma sér nokkur atrið þarna það var svo sem þarna verður að fara yfir ýmskonar framkvæmdir sem eru framöndan og aðeins undir liði 2-1 sem eru þakveikgerðir í grunnskóla Breiðdalsvík ánægilegt hversu vel gengur þar og verkið hefur bara samkvæmt því sem við heyrum gengið virkilega vel og menn langt komnir með það framöndan er skipt á gluggum og öðru slíku og bara ánægilegt hversu vel það gengur með þetta og treystu það að þessu verði lokið með stæl. Þarna voru svo nokkur mál sem tekjast framkvæmdum í Neskaupstað, þetta einhvern veginn atvikast þannig, þetta var mjög mikið af liðum sem fjölluðu Norðfjörð og það eru þetta mikla framkvæmdir þar í gangi. Bara ef ég fer þá undir lið 2-2 og 2-3 tek það saman, það er það verkefni tengt framkvæmd Rarik í Miðstræti og Hafnargötu og svo Stekkjagatan. Framkvæmdir eru þetta Hafnar fyrir þá sem hafa farið hérna í gegnum bæinn að miklu leyti og þá að fara í Stekkjagötunum núna á næstunni. Það er 20. ágúst, þannig ég held að ef menn ætla að fara í þessi verkefni öll saman þá sé nauðsynlegt að menn gera það hratt og örugglega svo þetta standur ekki hér opið alveg fram á næsta vor, það er mikið synd svo til stendur auðvitað að fara í Stekkjagötuna og menn eru bjartsýnir að gera það hratt og örugglega en ég held að það sé nauðsynlegt að við sýnum því aðhald hér og í nefndunum að farið verði þessi verkefni hratt og örugglega sama með þessi verkefni sem eru tengt á framkvæmdum Rarik í Miðstræti og Hafnargötu búið að grafa þar mikið í sundur og það þarf að ganga þar almennilega frá þannig að ég kalla bara eftir því að við sýnum því aðhald hér og tryggjum það að þessum að gengi vel verði frá þessum framkvæmdum sem þetta eru nauðsynlegar en það er líka nauðsynlegt að við göngum vel frá þeim og tryggjum það að þessi sómi af þeim öllum. Takk. Já, takk fyrir þetta Stefán. Orðið er laust ef einhverjir fleiri vilja bæta einhverju við. Ég tek þá orðið sjálfur. Það er ánægilegt að sjá það eins og Stefán kemur inn á hérna varðandi þakviðgerðirnar í Grunnskólanum á Breiðdalsvík. Það er alltaf gaman að sjá verkefni sem ganga vel og eru jafnvel undan áætlun. Það er alltaf ánægilegt. En að öðru þá vil ég koma líka aðeins inn á framkvæmdirnar sem eru í gangi í Neskaupstað og það er þá þetta torgið við Egilsbúð og það er auðvitað mjög ánægilegt að sjá það að sé verið að fara í framkvæmdir í miðbænum og alveg komin tími til þess og held að verið mjög bara gaman að sjá þessi verkefni fæðast en það er auðvitað mjög mikilvægt að þessi verkefni fari í gang sem allra fyrst þannig að við sjáum þetta klárast helst áður en að það fyrir að frjósa og snjóa mikið. Svo langar mig aðeins að koma inn á verkefnin sem er í gangi hérna á vegum Rarik í runni þess að er verið að grafa hérna rafstrengi gegnum bæinn og þar verður grafin í sundur gangstéttin sem er á bílastæðinu við Samkaupverslunina. Ég hef nú talað um það á fundum hjá okkur í bæjarráðinu að það sé mikilvægt að við förum vel yfir skipulagið þar en ég er nú ekki umferðar sérfræðingur sjálfur en ég tel að umferðaröryggi við innkeysluna á bílastæðinu sé mjög ábótavant. Það er í rauninni bara mjög erfiðar aðstæður sem myndast þarna og eins og upprunalega deiliskipulagið gerir ráð fyrir verður það innkeysla við Samkaupverslunina og svo hinum megin á bílastæðinu við Björt verslun og ég kom inn á það líka daginn á fundi að það verður mjög mikilvægt að við myndum skoða þetta skipulag með tilliti þess að samkvæmt mínum heimildu stendur til að stækka verslunina og það er því mjög mikilvægt að innkeyslan verði færð svo ekki þurfa að fara í þá aðgerð leið og búið að ganga frá öllu og þurfum ekki að byrja upp á nýtt en það er mjög mikilvægt að við reynum að bregðast hratt í þessu og reynum að fá þær upplýsingar sem við þurfum og reynum að gera þetta vel og gera þetta bara einu sinni. Og svo er auðvitað verið að tala um breytingar á gangstéttum, Þrengjagötu og Stækka gangstétt í miðstrætinu og það er auðvitað mjög ánægilegt því að gangstéttir í Neskaupstað eru og sjálfsagt víðar er ábótavant. Það eru götur þar sem er mikil umferð af fólki og eru engar gangstéttir, til dæmis eins og á Þiljuvöllum, það er engin gangstétt og það er líka verkefni sem við þurfum að skoða. Svo í lið 2-4, tjaldsvæði Norðfjarðar, það er á að vera tilbúið næsta sumar. Og það er einnig líka mjög mikilvægt að vera haldið vel á spöðunum því að það eru auðvitað verið til skammar fyrir sveitafélagið hvernig tjaldstæðamál hafa verið núna. Auðvitað hafa menn reynt að bregðast við eins vel og hægt er og það hefur verið gert ágætlega. Það hefur verið tjaldstæði þarna yst í bænum. En það er auðvitað mjög mikilvægt að við reynum að gera þetta þannig að tjaldstæði komi aftur. Það er auðvitað vék hérna í vegna ofanflóðavarna, tjaldstæði sem við höfðum. En nú er auðvitað mikilvægt að við reynum að keyra þetta verkefni í gegn og það klárist á
á tilsettum tíma. Það er ekki fleira þessi mál hjá mér, en orðið er laust ef einhverju vilja koma hérna upp. Ragnar, gjörðu svo vel. Takk fyrir, ég ætlaði í rauninni bara að taka undir þessa brýningu og eins og ég fór yfir í bæjaráði áðan að þá vildum við fá sviðsstjóra framkvæmdasviðs inn á fund bæjarráðs núna á mánudaginn einmitt til þess að geta fylgt þessum verkefnum öllum eftir og að bæjarfulltrúar geti þá komið sjónarmiðum eins og þessum sem að allar eiga rétt á sér og eru bara mjög góðar varðandi þessi atriði sem að eins og kom hér fram á hann eru öll á Norðfirði sem að er bara tilviljun sem að stýrir því og þarna er einmitt bara atriði eins og Hrafn benti á varðandi bílastæði og annað sem að þarf að skoða og þá víst að við erum í þessum framkvæmdum að þá þurfa þessi sjónarmið að koma fram til þess að við getum staðið að þessari framkvæmd með sómasamlegum hætti en öll þessi verkefni eiga þau það sameiginlegt að svona flestu þó svo að þetta verkefni hjá Rarik sé nú bara bundið við endurnýjun á rafstreng en þá er þetta gríðarlega metnaðarfull áform bæði varðandi miðbæinn á Norðfirði og eins með tjaldsvæði Norðfjarðar. Þannig að það er mjög mikilvægt eins og þeir félagar mínir koma hér inn á að við höldum vel á spöðunum vegna þess að þarna er verið að tjalda til gríðarlegum fjármunum í metnaðarfullu verkefni sem að verða mikil bæjarprýði hvort sem að er að ræða miðbæinn eða tjaldstæðið og tjaldsvæðið hefur verið til mikillar umfjöllunar ásamt fjölskyldusvæðinu sem að mun rísa samhliða því og við þurfum öll að leggjast á eitt við það að tryggja það að verði farið í þessar framkvæmdir og að metnaðurinn sé eins og teikningarnar gefa til kynna og það þarf að sækja það. En mér langaði líka bara að koma inn á lið 212 sem varðar aðkoma að Tröllavegi í Neskaupstað. Og þar er erindi frá bæjarbúa sem ég hef nú þegar rætt við varðandi aðkomuna að Tröllavegi og í rauninni til og frá Tröllavegi. Nú helst sko frá Tröllavegi sem að þetta er bagalegt og eins og þetta blasir við mér þá er þetta bara klúður. Þarna fara kantsteinar full langt niður veginn gera það að verkum að útkeyrsla stórra bíla er beinlínis hættuleg og eins bara erfið og svo er búið að bregðast við þessu með ákveðnum hætti með að setja umferðarspegil við botlangan við gatnamótin. En það gerir bara takmarka vegna þess að þarna er komin bara mikill blindpunktur í aðalumferðargötu Neskaupstaðar og við þurfum að bregðast við þessu og ég vona að framkvæmdasvið taki það til skoðunar. Takk fyrir þetta Ragnar. Orðið er laust ef einhverju fleiri vilja koma hérna upp. Ber ég þá fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar nr. 66 upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá hjá okkur er þá fundargerð fjölskyldunefndar, fundur nr. 63 og orðið er laust. Ragnar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Eins og sést nú á fundargerðinni þá er fyrst og fremst verið að taka fyrir þarna umsóknir íþrótta- og tómstundastyrki íþróttafélaga og þeirra íþróttastarf sem er í Fjarðabyggð. Þannig erum við að úthluta hátt í 20 milljónum króna til íþróttafélagana allt eftir iðkendafjölda og verkefna og annars vegar er þetta bara þá til hefðbundis íþróttastarfs eins og við þekkjum og svo er þetta ákveðin samstarfsverkefni sem er þá sótt og við urðum við
næstum öllum umsóknum íþróttastyrk. Það vantaði gögn varðandi nokkrar umsóknir sem þó verið að ganga frá og verður þá tekið fyrir á næsta fjölskyldanefndarfundi að því gefnu að þau gögn hafi skilað sér. Nú svo langar mér að vekja athygli á fundalið 3.13, frumkvæðis athugun á eftirlitsskyldum barnaverndarþjónustu með börnum í fóstri. Og þarna gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála að fara hringinn í kringum landið og kanna hvernig eftirlit háttað með börnum í fóstri og við ásamt fjölda sveitarfélaga fáum þarna ábendingu sem að við höfum nú þegar brugðist við og ég verð að segja að þetta nú svona, þó svo þetta séu gagnlegar og góðar ábendingar, þá þetta svona mjög yfirborðskennt eftirlit, þó svo sannarlega komi réttmætar og góðar ábendingar, en til dæmis varðandi eftirlit með fósturheimilum að þá það þannig að þú skráir ekki að eftirlitsheimsókn sé að ræða, að þá eins og enga heimsóknir sé að ræða. Vegna þess að ég verð bara að segja það að félagsþjónustan hjá Fjarðabyggð heldur ofboðslega vel utan þennan málaflokk. Það mjög mikið eftirlit með fósturheimilum og við erum í þéttu og góðu samskiptum við þau, en þarna var skráning og ábóta vant, en í frumkvæðisathuguninni kemur eins og það sé í rauninni ekkert eftirlit þegar það sannarlega eftirlit þó svo að sé ekki skráð sem eftirlitsheimsókn, en heimsókn enga síður. Og núna erum við að uppfæra verklagsreglur þar sem við ætlum að vera í rauninni með tíðari heimsóknir þar sem óboðaðar heimsóknir í rauninni. Þannig að við tökum auðvitað öllum svona ábendingum alvarlega, en ég verð að segja það og eins og kom fram í bókun fjölskyldunefndar og allir sammála það að það mjög vel haldið á spilunum í þessum málaflokki. Takk fyrir þetta, Ragnar. Einhverju fleiri sem að kveða þessa ljós varðandi þessa fundagerð? Nei. Það þetta mjög ánægilegt að sjá hérna í fundagerðinni hvað mörg íþróttafélag sem að sækja styrki og hversu virt íþróttalíf við höfum hérna, og ég auðvitað vel. Ég ber fundagerð fjölskyldunefndar nr. 63 upp til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Næst á dagskrá hjá okkur fundaráætlun bæjarstjórnar, en þeir fundatímar sem hafa verið lagðir til eru 3. og 16. september, 1. og 21. október, 5. og 19. nóvember og 3. og 17. desember. En þessar dagsetningar eru þá svona valdar í takti við fjárhagsáætlunargerð og fleira slíkt. Einhverju sem vilja fá orðið þetta mál? Svo ekki. Ég ber þá fundaráætlun bæjarstjórnar upp til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Næst eru þá fundagerðir til kynninga og það þá fundagerð 949 til og með 954 bæjarfundir sem haldnir voru í sumar og orðið laust. Ragnar ætlar að koma upp og fara yfir þetta. Gjör svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla nú ekki að þreyta ykkur með löngu máli þessar fundargerðir sem eru hérna til kynningar, en þó langar mig bara aðeins svona að hlaupa yfir það helsta sem hefur verið okkar vettvangi, og ef ég að gleyma einhverju þá bæta aðrir bæjarráðsfulltrúar því inn í, og auðvitað ég hér til svara fyrir það helsta sem hefur verið og í rauninni bara það sem fram kemur í þessum fundargerðum. En í rauninni eru þessar fundargerðir bara lagðar hér fram til kynningar, en fyrst langar mig bara að taka fram varðandi lið 5.1 að franskir dagar heppnuðust mjög vel í sumar, og mér langaði bara að nýta þetta tækifæri til þess að þakka öllum þeim sem tóku þátt í hátíðinni, og þá sérstaklega starfsfólki Fjarðabyggðar og einnig bæjarfulltrúum sem að tóku mjög virkan þátt í hátíðarhöldum og veittu okkur mikinn lið í því að halda þessari dagskrá gangandi með þessum kjörnu fulltrúum sem komu hér.
frá Gravelins og þar kom Bertrand Ringott og stóluðu með nafnið á bæjarfulltrúnum en Bertrand er bæjarstjórinn og við vorum bara mjög fjölmenn og var mjög auðvelt að manna þessa dagskrá hjá okkur en hún var mjög viðburðamikil og vel haldið á spilunum hér innan hús hvað þetta varðar. Lið 5-3, þar var til kynningar uppfærslan á bæjarskiltunum sem eru nú komin upp að ég held á öllum stöðum. Ég sá að Norðfjörður bættist við núna í vikunni eða síðustu viku, ég man nú ekki hvort það nú horfi ég stíft hér á upplýsingafulltrúan sem hefur verið með þetta verkefni á sinni könnu en það er komið uppfært skilti í Neskaupstað og það er búið að skipta út Norðfirði fyrir Neskaupstað og ætti nú að kæta einhverja sem að hafa verið uppteknir af bæjarheitinu og hvaða orðnotkun við erum með í því og sjálfsagt að skerpa á því og mínu skapi finnst mér bæjarskiltin mjög skemmtileg og hérna eru þá til upplýsingar fyrir gesti sveitafélagsins. Nú í lið 5-7 þá vorum við með til umfjöllunar neyðarskýli sem að við erum að afla tilboða í, við þurfum að koma okkur upp hér neyðarskýlum í sveitafélaginu vegna þess að því miður þá koma hér upp tilfelli með reglubundnum hætti þar sem að heimilislaust fólk þarfnast þaks yfir höfuðið og við verðum að geta brugðist við með einhverjum hætti og sökum þess heitir þetta eðlilega neyðarskýli og þetta er komið inn í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár þannig að við erum að gera ráð fyrir að hér muni rísa innan skams 1-2 neyðarskýli sem að ég legg áherslu á að verði færanleg og þá er ég að horfa bara einfallega til þess að við getum brugðist við aðstæðum þeirra sem að þurfa skjól og geta þá fært þau þar sem að fólk hefur bakland og dregur þá leið þá úr álagi á félagsþjónustuna og mjög mikilvægt að við getum haft þessi húsnæði að mínu mati færanleg þannig að við getum haft orði við óskum fjölskyldna, aðstandenda og auðvitað þess sem að þarf húsnæðið. Mér langaði líka að koma aðeins inn á í fundargerð bæjarráðs númer 951. Þar fengum við kynningu á nýtingu glatvarma frá Alcoa sem að hefur margoft komið til tals og þarna er í rauninni ákveðin ný tíðindi þar sem er búið að vera að skoða hvernig er hægt að nýta glatvarman í álverinu án þess að fara í mikla rekstrastöðvun og án þess að breyta framleiðslunni mjög mikið. Þannig að bara í rauninni nýta þá staðbundna glatvarma sem verður til við framleiðsluna án þess að fara í mjög dýrar og kostnaðarsamar framkvæmdir og fjárfestingar fyrir álverið. Og þetta er útskriftarverkefni sem að var styrkt að ég held frá Eigló sem að er þetta orkuskiptaverkefni landsfjórðungana og Eigló er það austfiska og þarna er þá Eigló ásamt þeim sem að lagði í þessa vinnu kom til kynningar hjá okkur og er svo með kynningu fyrir forstöðumönnum álversins og ég bind bara talsverðar vonir við að á næstu misserum og árum að það verði hægt að fara í svona framkvæmdir vegna þess að þarna er ákveðin auðlind sem við erum ekki að nýta í dag og gæfi okkur talsvert tækifæri hvort sem það er til húshitunar eða atvinnutækifæri. Þá held ég að það sé svona flesta sem ég vildi þá koma hérna inn á núna. Já, ég læt kerfið sig í til. Þökkum Ragnari fyrir þessa yfirferð en orðið er ennþá laust og Stefán ætlar að koma hérna upp til okkar næst. Gjörðu svo vel, Stefán.
Forseti. Það er svo sem ekki að bæta ykkur gríðarlega mikið við til þetta fundargerðir til staðfestingar og hún að fara sinni leiða miklu leiti en mér langar að koma inn á samt nokkur atriði undir fundargerð bæjarráðs númer 949 lið 54 sem er sterkur stöðufjörður. Eins og við öllu vitum þá er það verkefni í raun og veru að fara að taka enda og búið að samþykkja það, fer að fylgja þessu eftir í 1 ár og ég held að það sé nauðsynlegt. Það var samþykkt að þessu fundi að bæjarráð myndi fylgja verkefninu eftir. Ég hef verið heppinn að sitja þarna í stýrihópnum sterkur stöðufjörði, fengi að fylgjast með þessu. Það er búið að gerast ótrúlega flottir og bara stórmerkilegir hlutir á stöðufjörði í gegnum þetta verkefni sem að sýnir bara hversu ótrúlega mikilvægt framtak þetta er búið að vera sem hefur verið bara unnið mjög vel af þeim sem hafa staðið að því og búið að vera virkilega gaman að fylgjast með íbúunum og sjá hversu mikil kraftur hefur myndast í samfélaginu við það að koma þessum verkefnum á koppinn og fylgja þeim eftir og klára þau og alveg ótrúlega gaman að fylgjast með því og nauðsynlegt og bara virkilega mikilvægt að Bæjarráð taki þessu. Við sitjum þar líka og við í Bæjarráði tökum þessu alvarlega, fylgjum þessu eftir og tryggjum það að þessi verkefni sem eru ennþá í gangi að þau fái tækifæri að klára og við aðstöðum auðvitað þau sem eru svo ennþá í gangi. Þetta er mikilvægt, gríðarlega mikilvægt. Ég var nú búinn að skrifa hérna hjá mig líka undir fundargerð Bæjarráðs 951 varðandi Glatvarðan. Einhverjum áhuga á þessu sama með það. Þetta var bara virkilega fróðleg kynning á þessu meistaraverkefni og kom að vissu leyti á óvart hversu lítið skulum við segja þarf til. Þetta er þetta gríðarlega mikil fjárfesting sem þarf til þess að fara í þetta verkefni en alltaf gaman að sjá þetta mjakast aðeins áfram. Möguleikarnir eru miklir ef við náum að beisla þessa orku og nýta hana áfram. Þannig að það er spurning með næstu skref en ég held að við þurfum ekki að halda niður ykkur andana með þetta sé á næstu 2-3 árum. Þetta mun taka aðeins lengri tíma það. Svo langar mig aðeins að koma inn undir fundargerð Bæjarráðs 952. Það var liður 82 sem var að kaupa nýju slökkviliðsbifreið. Við fengum auðvitað styrkveitingu úr fiskeldissjóð og erum þá að kaupa þarna nýja slökkvibifreið og hún er væntanleg seint á þessu ári eða snemma á því næsta. Virkilega ánægjulegt að geta nýtt þennan góða styrk til að fjármagna þessa bifreið en það komið tími til að endurnýja þessa slökkvibifreið. En meira var það ekki frá mig á þessum bili. Takk fyrir þetta Stefán. Orðið er ennþá laust undir þessum lið. Kitty, gerðu svo vel, Kristín. Forseti, staðgengill bæjarstjóra og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka bara aðeins yfir lið 77 í fundargerð Bæjarráðs 951 og 954 lið 10-8 varðandi ofanflóðavarnir Eskifirði. Ég geri alvarlega athugasemdir við þær nýju áhættulínur sem nú hafa verið settar fram vegna grjótár. Þessar nýju líkana útrenningar breyta myndinni verulega og samkvæmt þeim nær áhættusvæðið yfir stóran hluta hins svokallaða frístíðasvæðis. Að mínu mati kemur þessi nálgun ekki til greina. Hér að ræða mjög verðmætt og mikilvægt land í miðbæ Eskifjarðar og það er óásættulegt að missa svona stóran hluta þess út úr mögulegri framtíðarnýtingu á grundvelli þessar nýju útrenningar. Það vekur líka furðu mína að þessi nýja áætlun sé að koma núna fram svona seint í ferlinu þegar málið ætti raun að vera komið mjög lengra og framkvæmdir að vera komin í útboð. Við þessa niðurstöðu getum við ekki unnað þótt að kunna að þýða einhverja tafir á þessu verki til í það nauðsynlegt að fara betur yfir málið, forsendur líkana útrenninga og hvaða aðrar leiðir eru mögulegar áður en lengra haldið. Þökkum Kristni fyrir þetta og við segjum nokkur orð hérna sjálfur varðandi þetta mál sem hann var að fara yfir hérna varðandi ofanflóðavarnir Eskifirði. Þá eru þetta, maður virðist allavega að vera þegar maður skoða teikningarnar og hvernig áhættulínur eru dregnar að það sé tiltölulega auðvelt að færa þar til með því að steypa vegg eða setja garða neðan við götu líka. En þetta er ég ekki sérfræðingur í ofanflóðavörnum. En þetta er vissulega rétt að það er sláandi hversu mikið svæði fyrir undir og þeim forsendum líka eða hluta forsendum að mista kosti eru það að hér sé ekki verið að búa til byggingaland en þetta var hús þarna áður en í raun og veru er þá verið að ef það var ekki búið að rífa húsið þá myndi þetta horfa einhvern veginn öðruvísi við þannig við þurfum auðvitað að fara vel yfir þetta og reyna að fá þessu breytt eða einhver möguleiki á því
Og sama skapi að þá langar mér bara aðeins að fara yfir það. Það er ánægilegt að sjá það. Það er góður gangur í ofanflóðavörnum í Fjarðabyggð. Þetta gengið mjög vel með snjóflóðavarnargarðana ofan við Neskaupstað og verið að skipuleggja mjög öflugar og mjög flottar varnir á Eskifirði og vonandi bara næst þetta markmið í gegn sem að Kiddi kemur inn á. Og svona fyrst ég byrjar að tala þá kannski ágætt að ég svona taki svona örfá mál hérna og mér langaði nú að koma að svona franska daga og heimsóknina frá Fraklandi, frá Gravelines og þetta var mjög skemmtileg heimsókn og franski dagar var mjög vel heppnuð hátíð. Mjög skemmtilegt að fá að fylgjast með þessu. Og svo eitt hérna mál sem ég finnst mjög skemmtilegt að sé að koma inn að þið voru nú að tala um samfélagsmiðlana og Hjördís kom inn á Fjarðabyggðarappið. Það er hérna í fundargerð bæjarráðs nr. 952, þar fórum við yfir ábendingar Fjarðabyggðar. Þetta er frábært að fá það í gildi. Það var hérna hefur auðvitað verið umræðan það ábendingum hafa ekki verið nægilega vel sinnt innan Fjarðabyggðar en það er allt saman að mér skilst komið á betri veg og vonum að þetta verði þá bara til þess að auka þá þjónustu enn frekar. En orðið er ennþá laust ef einhver vill fara yfir einhver mál varðandi þessar fundargerðir. Svo er ekki og þá er málalisti bæjarstjórnarfundarins bara tómur og slít ég hér með fundi. Takk ykkur fyrir.